Þetta er ykkur... Ef þetta er ekki Mortal gæðin í þeirra liði, þá veit ég ekki hvað, sko. Ég hef aldrei lent í svona, sko. Hann er bara dog. Þessi Centaur bara góaði mig. Það er þetta mjög vel gert, sko. Þú veist, fucking auðmíkjar þessi gæjar eru, þessi Centaur er bara að valta, sko. Njörðengard. Er þetta ekki bara Chromium og leinumaðurinn 8 akkontunum sínum, eða? Pottet. Bergur, þeir skrimmu við Órion-hakkan í gær, það gekk bara ágætlega, sko. Þetta leikir. Ég held við hefðum unnið þau skrim ef þetta hefði verið venjulega leikir, sko. Það var náttúrulega bara Ernir var fullur, Baldur var fullur og það koms voru bara blokkuð á jappi allan tímann. Það er þetta smá þannig. Það var að reyna að koma með eitthvað calls og bara vera að tala um eitthvað gömur League of Legends abilities. Oh my god, sko, come on. Hvernig í því endanum fór þessu yfir mig? Hvað er þetta að pinga? Hvað er þessi Centaur að fara að vera vesen og eftir, sko? Þessi er að fara að kaupa, þessi er að fara að vera með kerruna fyrir sjálfa sig, bara til að geta 1v9-að. Það er rétt. Nei! Bergurinn er að spila ekki mel. Það er þýst skvísupopp.
Món, sko. Ég örsperrið mitt að það. Fucking fór aftur tilbaka á leinu með 100 HP. Gaur, hann er 50 á B, sko. Grínast, sko. Já, ég hef reynda að sparka niður, sko, en... Jökull er í súpunni og það Já, er ekki... Já, hann bara er ekki einu sinni taktíkið á las, mig líka. Já, Ok, vel. gangi vel. Þetta er Elsa. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. Radiant team, pick Lion. Já, halló. You have 10 seconds Ég er að left. fatta að ég var mute aðan, You have 5 seconds left. verið velkomin í þetta stream. Radiant team, pick Beastmaster. Aðeins að ég var að ná í góða mækin hérna, svo hvort það sé allt rétt stilt. Halló, 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 halló. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. Ég er frábærlega í mér, ok. Kýs að trúa því. Það er einhver opening picks hérna, beginner clock. Á borðinu, Lion fyrir, já, það er engin vektor í kvöld. Valdi hérna, Darlagan, spila lánir. Bad Sons og Viki klikkar lánir fyrir C3XL. Nú heyrist það verð. Nú, ok, byrju. Þá hef ég gert eitthvað vitlaust. Það er þetta bara real quick. Ok. Halló, 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 halló. Dire team, pick Faceless Void. Veit ekki alveg. Ég ætla að pröfa að endur. Já, ok. You have 10 seconds Svona. left. Svona. You have 5 seconds left. Býttu nú við. Býttu nú við. Býttu nú við. Nei, þetta er vitlaust. Býttu. Ég ætla að skipta audio device. Ég þarf að taka þetta út real quick. Ég vil mjúta því smá. Dire team, pick Puck. Radiant team, pick Axe. You have 10 seconds left. You have 5 hello. seconds left. Mm. Radiant team banned.
You have 10 seconds left. Dire team. Ok, núna þetta rétt held ég. Smá villust til tæki hérna, en heyrist ekki vel í mér núna. Testing. Já, þetta allt annað. Ok. Heyrðu, You have 10 seconds left. það aftur að klástina. Það You have 5 seconds left. ok, Hoodwink Beast, Faceless, AA fyrir Citrix L og Clock Lion, Puck X, mikið af stönnum, mikið burst. Þetta að vera flottur teamfight leikur hérna í vændum. Góða kvöldi. Já, góða kvöldið. You have Þú 10 ert velkominn. seconds left. Já, takk fyrir það. You have 5 Ertu- seconds left. Fylgjast með þessu drafti? Já, ég er að vara að hoppa inn í það núna. Sé allan að bæði lið er alveg mikið að það getur verið að spara lockdowns í kvöld, sér mér. Nei, mitt. Þetta stefnir í fighting leik, sko. Það er Daniel Faceless Void, er ég að giska. Og Vicky Beast. Ég er smá svona áhyggjur á þessum Puck reyndar. You have 10 seconds left. Já, Já, svo, ég held að þessi Puck sé bara að vona að þessi Void sé að fara í timeslow, sko. já, náttúrulega Krónus verður gott á móti Puck, en kannski ekki mikið annað í Citrix liðinu sem verður gott á móti Puck. Nei, þú veist, ef það nær orðinu þá getur það alveg verið baneitra, sko. Já, Það er að gera þetta að segja. ég mitt. Ok, Jack Lasbeck, við þið, en þetta er Core Jack, mjög? Já, lítið nú að vera. Nefn að Skýr á mitt. eitthvað spicy hoodwink hvorina. Já. Og ég held að þetta sé Daniel, You have eða, 10 seconds left. eða kannski Daniel eigi í mitt, getur það verið eitthvað? You have 5 seconds Danni left. elskar Sekiro, segir Randvi. Ok. Ég vona alltaf innilega að þessi hoodwink var í sjartin í þessum leik, sko. Það er freka mikið sem hún er að ampa henni upp, sko. Með þess að Já, timeloggi hjá Void virkar líka, sko. já, einmitt. Líka svolítið cool, þeir eru með double amp, actually, þeir eru með eigi hann að jörðina og Hoodwink ampið vona það. Já, er það ekki magic reduction hjá honum? Jú, það er increased magic damage, já. Já. Já, en Hoodwink er bara flatt damage amp. Hún er bara með spell damage samt, þannig að allir spellar Já, ok. Þannig að þú veist, það getur þannig að verið spellina hjá Bango, þetta er þessi physical, sko. Já, einmitt, já, bara spell damage. Já. Svo var Ég er með- hvað sér ég? Nei, ekkert. Alltaf. Ég var bara að horfa á vídeo hjá Sepp í dag þar sem hann var að tala um Bounty og ég fattaði ekki, sko, Bounty í trakki er bara eitthvað 8% damage hann bara á allt. Já, þetta var bætt við hitjuna eitthvað fyrir svolítið síðan, sko. Og var Já. svolítið svona, smá svona hidden breyting, sko. Ég held að Einmitt. Bango tók ekki eftir þessu. Mjög cool, sko. Og hangið þetta í Gyro Lasbeck. Ok, þetta er mjög þykkt teamfight-læðinu björna hjá báðum liðum, sko. Time Locker Magical, já, það er rétt. Alveg rétt. Það er komið predictions. Ég kann ekki að gera þetta predictions ennþá, ég er alltaf að reyna að gera það. Þannig að það er gott að Snorri er hérna on point modda. Einmitt, endilega eyði öllum channel pointunum stegunum hver í að kjósa vittluslið. Tapa öllu. Við elskum að gamba, sko. Það er mjög gaman að fara illa með stig og peninga, sko. Það er strax komið hérna 1500 stig, sko, frá einhverjum. Ok, Einhver bis. byrja að gamba stórt inn í kvöld, sko. Rondo coach, búin að leggja 1500 á liðið sitt. Líst vel á það. Þetta ætlum að segja, sko. Ekkert eitthvað 3-2-2 hérna. Nei. Hey, 1500 frá Randa, ok, Pog. Það Randi trúir á Danna Jakiroin, sko. Ég fíla að sjá þetta. Þannig að við sýningu að mittgæðinni að Pog á móti Jakiro. Ég held að Jakiro er að pakka honum saman í lane, sko. Já, hann pakkar nú í leini, en
Við skulum sjá hvernig þessum Sekiro sem gengur svona í leiknum sko, þetta. Ég held að þeir eru alveg með rosa mikið af bara göldunum sem getur alveg bara vel messa honum upp sko. Já, einmitt. Hann finnst ekki gaman að lenda í koksinum. Mér finnst þess að allt, ef hann er ekki að vera fyrir aftan liðið sitt og hann lendir í þessum spellum hjá Dagir, þá er hann bara að deyja. Ég veit. Þetta er náttúrulega bara aðalega þá bara Beastin og Voidin sem geta verið að búa til einhver opnum fyrir hann sko. Já. Það er enginn þannig sé einhver sérstök hetja fyrir C3XL sem er að fara að byrja á fætun alltaf, fyrir utan kannski þessi Beast þannig að hann fær blinkið sitt sko. En stundum getur það verið mjög mikið ábyrgð að vera svo eini sem getur ekki eða eitthvað. Já, einmitt. Mér finnst það svona smá með Beastin sko að hann er náttúrulega þessi blinkstun hetja en hann er svona, ég myndi segja að það sé svona secondary funksjoni hans mjög oft. Þú veist, hann vill aðalega vera að kaupa Dominator og vera eitthvað svona að taka map control og vera sú-hetja. Og svo ef þú þarft eftir það kaupir blink og getur starta fætinn sko. Já, maður sér alveg oft svona eins og bara þegar Saber lætur að spila Beast þá, þú veist, hann kaupir ekkert alltaf dagger sko, það er bara, þú veist, oft er hann bara búinn að vinna leikinn einhvern veginn á Dominator-tæminu sínu og þarf bara að kaupa eitthvað svona, eitthvað items, eitthvað drasla, secura, svona lítið. Við sjá allan að bara hvernig leini ganga hann hjá þeim og ef þeir fá góða byrjun sko, þá held ég að hann getur alveg komist upp með að bara bilda mjög grítið hérna sko, bara fyrir sjálfan sig. Já, þeir eru með þetta gyro counter sem er svona eitt besta svona counteri bara í leiknum, held ég, þú veist, fyrir Beast svona bara allt sem hann gerir einhvern veginn, af því hann bæði klíra creepin og, þú veist, það er einhvern veginn impossible að bursta hann. En svo reyndar eru með eigi á móti gyro, þetta er svona báðar áttir. Og getur hann alltaf ekki ræða á þetta Satanic bara að standa og tanka Beastin sko. Ég veit, og Gyron heldur ekki með neina save spella sko. Engin hitta sem getur þannig eitthvað hjálpa hann. Já, það er sandstormið mappin í kvöld. Ég er búinn að gleyma að ég setti þetta á sko. Já, ég er að segja þetta er flott sko. Já, það er svo að pröfa einn veðureffektir sko. Það er hérna... Við getum sett vote sko, ég get sýnt ykkur hvað er í boðið af veðureffekt og svo getur við chatið fengið að velja hérna fyrir Game 2 hvernig veðrið verður. Það er að góða hérna bot, útvinga eitthvað í klandi en hann lifir. Áhvert, ég var eitthvað svona aðeins að sjá, það var hann mjög low. Já, hann er að tanga þessu upp en... Mér fannst það að vera... Núna, næstu myndina sko. Já. Erfitt að vera í þessari stöðu að því þú ert að koma í þessu mikið region eða bakka einhvern veginn. Það er frá Salvo, ok, það er actually nice heads up play á Spooks. Ég þarf að taka þessi nicknames af sko, það er náttúrulega heitir bara eitthvað Óli Stóri hjá mér. Ég get fundið eitthvað svo út af með hann, hvernig þú getur lagað þetta. Já. Þannig að fæta rúfalógina, gæti verið eitthvað kill. En þetta ekki að Binsky, low, já hann fellur hérna finnst mér. First blood, beginner klukkan, strikes first. Þetta er það sem við búumst við af þessum manni að spila þessu hetju. Ég er ekki búinn að sjá marga Badsandsleiki núna á þessu móti því miður, en er beginner búinn að vera að spila mikið með þeim? Finnst þess að hann sé ekki búinn að taka það? Hann er varamaður sko, hann ætlaði ekki að spila, en svo er hann búinn að spila held ég síðustu 2 seríur, þannig að ég ætlaði að mynda að spyrja hann aðeins sko. Ég skil ég. Og ég held að Viktor sé mögulega í útlöndum með eitthvað, vinnuferð að selja gröfur eða eitthvað. En hérna, já. Já, ég ætla að segja mér finnst þess að, ég var eins og svona spekkat á botlane, mér leiði eins og svona hútting væri mjög mikið að spila svona inn í leininu einhvern veginn sem ég var smá áhugavert. Þú veist, ertu ekki að vinna svo mikið með að vera svona á hliðinni og einhvern veginn að póka svona út úr vision þegar þú ert að spila þessu hetju? Já, sko, ég held að ég sé að hitta þeim fáður sem gera það, en ég fer actually í Scurry í level 2. Já, meinar. Þú getur verið að rætleika svo mikið og þetta gefur alveg rosa mikið auka attack points.
Einmitt. Þá kemst líka meira upp með að bara vera eitthvað að right-klikka hitja á fullu og ef þeir reyna eitthvað góð þá ferðu bara inn í skóginn, sko. Góð inn að Vika, hann er mjög low, en þetta er að klárast. Új, fellur rétt svo. ODB er dalalega, full svartsáttinu. Já, einmitt. Breytir þessi í Steam, by the way. Já, ok. Það er uppfærast. Pröfum þetta. Strax. Er þetta Steam bara... Það er bara settings á Steam Já. og svo friends og chat og það er bara fyrsta sem geta hækka í. Já. Já, ok, nice. Ekki. Þetta er absolutt örgla. Bara í, já, næsta leik örgla. Allir bara Doddi. Ok, setur ekki alltaf Danity House, sko. Ef þú ert með official name, þá held ég að þú veist, fáir það alltaf, sko. Er þetta hækki Snorra? Já, örgla, ég skal örgla hækka bara á Discord. Sjá, segir núna eitthvað. Halló. Er þetta ekki betra ægir minn? Wow. Það var... Solo-kill mitt, maður. Já, sko, ok, hann er sjúklega lóðinn á Danna en ég var búinn að skoða að Pökkin var búinn að vera að feka lóðinn það, sko. Hann er búinn að vera duglegur að henda út dótaðan, sko. Já. Greinilega er ekki búinn Bot, að dodsa, hann er að fara að falla inn á Óla. Já, þetta er... Það er með þess að glippa inn á turðin. Ok, hann er alveg brálaður á sem Ax, maður. Ok, topp. Nei, mitt, ok, já. Já, bara svo setaði. Svo að fekk fritt. Já, mitt. Trip to base. En Make herru, sense. djöðl er þarna Axin að refsa sem Void á botlininu, maður. Já, Ég las ekkert smá. Svaka standinn hérna. Læðan, sko, mættur að refsa, setur ekki til safe-linu. Finski mættur bot, hvað er eitthvað lane-swapa, en hann er bara döður. Flott. Nei, hann fristist, ok, byrju. Svo með battlangri og það... I held hans is dead. Er hann ekki að fara að falla þarna? Já. Hann er ekki með boots. Já, hann er með boots. Nei, já, bara battlangar, múinspitið. Já, þetta er svolítið hættulegt að Axia eiga svona góðan leik, sko. Því hann getur definitely snowballað. Já, spurning akkur við erum vilja lane-swapa þarna, sko, því ég held að eigin hjálpar eiginlega bara Voidinu minna þarna, sko. Já, einmitt. Betri tækifæri topp mögulega, sko. Já, ég veit ekki, ég myndi bara, eða veist, Void náttúrulega... Ég veit ekki, hann er eitthvað... Myndi, já, ok, alveg fight hérna. Þannig er að light-klikka tilbaka. Ég held að hann vinnur ekki þetta fight á pakkinum. Já, wow, ok. Nice. Beginner samt, það er að mæta. Þannig er sko bara að rössa Maelstrom, en það er kannski að drepa Beginner. Ekki alveg kannski. Tæft. Hann svona gaf smá upp þarna. Taka tier 1 mid-turn bara fyrir Wisdom, sko. Já, það er rosalegt. Það er ekki að klikka, sko. Ég held að það er rætt að actually grúppa á okkar lane að setja ekki svolítið því að... Það er að góða inn á Wisdomi. Já, hangta þetta í. Samt fullt að hetjum hérna. Surta er frekar langt í burtu. Hangta þetta í fara að deyja hérna. Já, Viki. Bara öflugur. Ég ætla að hafa bara direktorinn á. Góða meldingina, já, C3XL. Já, ég segi bara C2XL, sko. Þetta 3 er of mikið fyrir mig, sko. Búinn að vera í þessu klan í fucking 15 ára eða eitthvað. Geta breyta hlutunum svona öðvöldlega, sko. Ég sýnist Danni vilja núna bara pressa alla tier 1-turnina, sko. Bara maxa liquid spellina sinna. Og er, já, sjúklega sterkur. Næsta leveli leinum. Góð hérna hangta þetta í. Ef hann fellur hérna, þá er þetta svona frekar ass fyrir hann, sko. Og Beastin er bara eftir honum. Hann er ekki að fara að ná að fæta allir þessar minjona. Danni deyr, ok. Eru búin að fá Axin eitthvað topp. Hversu mikið fær hann að spurningin. Þetta eru spellar alveg á mótanum. Benni fellur. Þeir eru svona búin að nota coilið. Viki hætti að koma stundan, held ég. Já, hann er góður. Og Viki er... Já, hann er actually... Já, hann er að fá Domin sinn bara á þeim. Hann er smá slow timing, en... Hann allavega er ekki að deyja í þessum fætum, sem er gott. Ég veit. Og ég held að sé kannski líka bara næst fyrir
Faceless Void sko, allt þetta voru að gerast. Nú Já. fyrir hann loksins smá space til þess að Einmitt, catch up. mjög næs fyrir Void sko. Það er svona eiginlega, það er líka málið það sem að þetta gerir oft ef að þú ert að skítapa eitthvað lenni, þá viltu gera svona moves af því að þá annarkvort, þú veist, annarkvort þarna hefur þeir fengið eitthvað kills og tower mögulega eða þeir forsa Axinn til að róta þetta og relífa þá pressure af Voidinum. Svona, já, Það stoppaði kannski svolítið pressuna frá Danna sko. Ég sýndi Já. svona þeirra svolítið bara til í að vera að pussa á fulli núna sko, en núna fór náttúrulega mid. Já. Maelstrom sitt. please hækka í Snorra. Ég veit ekki, Snorri verður bara að hækka meir í sjálfum sér sko, hann er maxaður mér. Ok, ég skal reyna að finna því. En já, það er svona spilin í Axe og þetta er alveg flokknir core held ég fyrir Beast að spilin í sko. Er þetta róla póka, þetta er góð inn á top, þeir vilja ná Vika og hann er að fara að kóla hann inn í chop, hann er dáinn, en Dan er hérna samt til að refsa og creepin eru líka, viðrininn er að drepa og Dan er, já, alltaf með að gera hérna. Held hann hefði vilja hafa fleiri kalla hérna með sér mjögulega. Spooks er bara komin aftur bot. Má ég svo skillbildi á E, það er 2 fyrir 1. Coachinn var búinn að gefa ykkur fyrirmæli. Spurning hvort að það sé hlusta á þau eða ekki, sko. Já, ég veit ekki með að koma, vera aftur að vera að fara á þetta botlane á Radiant, sko. Ég held að þetta er bara lega Voidinum að vera en að bara gera eitthvað. Og ef hann deyr, alltaf lagi, ekkert það big deal, en ekki vera að rótita supportunum inn meira á botaldið, sko. Ég var kannski Spooks var kannski spáði bara að vilja vera hann svo að Void getur undir krónu og sitt mögulega sko, bara svo hann sem ekki follow inn í því, en já eins og segir, þú veist, hann er náttúrulega ekkert mikið að gera fyrir liðið sitt þannig verjast þeirri bot, og þú veist, já, það bara að þú vilt fæta í burtu frá Axinum núna sko. Já, er það húk á Dodda? Já, ég held samt, já, hann kemst undan, já. Það er stygg líka, hann var næstu búinn að börna alltaf manna það sitt sko. Já, það var smá skeri sko. En þú veist, já, svona, maður þarf að vera smá nákvæmur með svona hvar þú vilt vera að spila mappið at this point á Radiant sko, því að það er svo ógeðslega hættulegt að vera að spila innan Axe ef að þú veist, er það mega good moves og hann deyr ekki. Góð mid. Fellur, ok. Já. Meðan er bot eitthvað, ok. Þetta er mjög interesting, ok. Sjá hvað gerist hérna. Byggja mættur. Þeir eru samt bara tveir að gera þetta sko. Já. Þeir mæta hann í að Batsons. Það er Void og byrja, ok. Rora, ok. Þeir eru að byrja þetta, en hann fætti sjálfur, það er gott. Axel deyja bara á, já, geggja krónum maður, vel gert, ok. Það lúkaði mjög skeri, en þeir bara eru óhræddir og, þú veist, fara að kasta spilunum sín og ég veit ekki, líka Axel það var heldur frekar gott fyrir þá að puckinn, þú veist, alltaf er mitt að því að Já, þá er mitt, þá voru öruggari bara með já, að fæta bot. ég held að það var miklu hérna, já Þetta 100% var viljandi feat-ina hjá Spook sko. já hann veit alveg hvað hann er að gera sko. En mér sýnst hann mögulega kannski var að deyja aftur. Já, hann vill, þetta er langur vegur að þessu level 6 hjá Spook sko. Mér sýnst Rúfa láta tanka með þetta turn svo hann fái ekki, fekk ekkert að sýnast að gríp sko. Hann er bara að fá solo lane núna síðustu hvað, 2-3 mínútur, það var ekki ennþá komið level 6 sko. Já, solo lane til að beita spella sko, það er það sem að hann fær. Hann fær inn á Rúfa lótt, þetta er fít. Þetta er fít. Þetta er bara mest Ruffalo play sem ég sé sko í kvöld. Já, Ruffalo moment sko. Wow, maður. Þetta gera eitthvað með Ruffalo 50-50 compilation sko. Já. Please sko, það þarf að hérna, það þarf að fucking setja inn beiðni fyrir það sko.
Spooks, hann kominn level 6, hann lýtsaði hérna frá Dota. Já, það er gott hjá honum. Nú getur hann byrjað að jamma. Já, ég elska þar þjálfarar spyrja eitthvað eftir svona eftirspurn í chatinu hvað ákveðin spilar að gera, sko. Já. Bara ég var búinn að tala þetta í príkjuminu, hann átti ekki að gera þetta. Getur verið fætin að bot, byrju, það er Biggi og Rúfalo. Já, þetta er vikkið í mér. Spooks hann eitthvað fyrir aftan. Já, byrju, já, Binski líka hérna. Spooks að fara að falla fyrst. Og hann bara, já. Það var hann báðum. Klippaði bara klokkið hana. Já. Þeir eru náttúrulega með... Þeir glata positioningana hjá þeim, sko. Þeir voru bara svona... Þú veist, það er ekkert að taka hérna... bara svona randomly 2 supportarbot, eitthvað svona... Þeir eru alveg búin að standa sig vel að vera, þú veist, að vera á stöðum þar sem þeir geta actually fengið einhver objective, sko, ásettökursell, en... Þetta var ekki það. En já, talað item build. Hvað segir ég? Nei, já, ég veit, svo að segja bara, þeir voru að stikka hana bot alveg einhvern tíma, en ég meina þeir eru búin að taka þurrtinn, ég veit ekki. Þú veist, veit ekki alveg hvað þeir voru að spá, eða svona hvað markmið er að vara hana á botlíninu, sko. Ég veit. Þeir vilja að fara í vika, það er eins og sé með eitthvað vision, það er bara að hlaupa blind inn í hann. Ok, vá. Og þeir eru alveg mögulega að vera að fá. Nei, ok, byrju, Spooks. Vá. Það var smá galið bara að labba þannig inn eitthvað svona... Eða veist, já, veit ekki. Af því að Action var ekki með blink, sko. Bara... Já. En ok, þeir eru komin með samt 2 blinkstuna á Batsons. Já, það er æspað mitt og það er ekkert dót. Já. Vá, geggja catch. Klokk, húkar inn í krónu, hann kemst ekki allir leið. Æjæj, Biggi. Þetta var verra, já ok, þetta var geggja nice move actually. Já, einmitt það þurfa. Núna geta þeir líklegast kannski tekið allan að einhver heitalega skaða þessu turni hérna mitt, sko. Sko, ég var surprised að hann nær, Jakiro er hann að æspa það úr fog á puckinn. Þú veist, það setta þetta upp, hann er eitthvað að æspa það rétt svo þegar orbið er hann út og disable daggar hans, en ok, nú er kannski eitthvað góð hérna, Axel bara hlaupa inn, hann vantar 10 glúti í blinkinn og færa hann, ok, en það er bara beil hjá Citrusfjöld sem er rétt ákvörðin, þeir eru ekki með neina spells. Wastear kólinu á mitt, 50-50 Rúfalo maður, holy. Já, þetta var samt sjúklega tæft, sko. Já, þetta var mjög tæft. Respekta tilraunina. Já. Við ekki komum með Overlord og hann er komið með buff, hann að creepið. Hann er alveg með 2000 HP, wow, hann er bara að drepa Rúfalo. Rúfalo, halló. OTB er að deyja, þannig nær honum. Ok, og Rorxinn. Vá. Þetta er rosalega maður. Ég skil ekki alveg, já, bara Rúfalo tankaði bara einhver 6 hits, þannig að einhverju helmkripp og eitthvað, það er sjúklega lág. Þetta var svona Beastmaster player moment, sko, og þú ætlar eitthvað að góðan og svo er einhver góle með 160 damage eitthvað og oru að lemja þig sem þú eitthvað svona... Ok, þetta er góðinn að Biggi, en hann er samt að tanka úkslega mikið damage. Hann fellur... Sjúklega farmaði, sko, hann er að klína upp hérna. Ok, pappin sjálfur mætir og klára fætinn, en þeir fá turnin, actually. Já, reyndar. Þú veist, þeir eru alveg að hrifsa þetta map control, sko, það verður alveg að segjast. Já, Batsons bara búin að taka, já, þeir voru að taka 2 turnununa, bara í þessu. Þetta er náttúrulega líka, já, Jakiro hann vill helst gera þetta bara sem fyrst, sko. Komast upp með að moppa upp þessum turnum, sko. Geta mögulega kannski tekið Rossi ekki bara fljótlega. Já, alveg mögulega, sko. Það er ekki... Já, spurning hvort að... Hann er ekki með Q-a-sjart hérna á Hoodwing, en sjáum hvað hann kaupir. Myndur þú fara bara sjart first eða með þennan, eða? Þú bot? Ég misti þessu. Já, ég líka. Já, okay,
Það var bara ganga. Þeir eru náttúrulega, sko, þetta Dire-lið er með insanely mikið jump og CC. Já, ég veit. Basically er þetta bara Hung Daddy að spila gyro og hann á að gera damage og hinnir 4 eru bara blink stun hetjur. Já, þess að svara spurningar, sko. Nei, ég veit ekkert endilega að fara í first atem, sko. Góð top kannski, Hung Daddy í klandri, hann fær A-blast, hann ætti að vera döður hérna. Já, hann er steinduður maður. Þetta er svo næs að hafa hann eigi fyrir nákvæmlega þetta, sko, að gæinn sem er blastaður, hann er ekki bara að lifa, sko. Er ekki hægt að lækka í kókastur og 15 niður í 10%. Það heyrist ennþá svona lágt, ég er að fara bara að, sko, lækka í leiknum og hækka í systeminu eða eitthvað, sko. Danir er góð hérna, engin tími til að hækka í snorra, það er Glimmer Cape. Puck er inn á hliðinni, er ekki að nota coilin neitt. Coil er cooldown, þannig kemst af einhvern veginn. Binski fellur, dreipur bygga samt. Þannig er í klandri núna, hvar er Kronóið? Það er á hliðinni. En það þarf að koma mjög fljótt ef hann á að lifa. Hann fellur, Viki, dreipur einhvern. Dreipur Surta, ok. Þessi fætir er ennþá í gangi. Dotti er hérna með Kronó, það er líka coil í boði. Þeir eru basically... Þessi Hútving má fara aftur inn, kannski. Það þarf að passa hann að Vika, sko. Hann er rosa farmaður og dýrt kill að missa. Kólaður. Já, býtu nú við, hann er frá degja. Já, ok, en passive spilin, hann er frá degja mögulega á Void, sko. Hann deyr bara, æjæjæj. Og Rúfalo er fara að komast af hérna með 10% stafi á flott. Rúfalo moment. Já, þetta var smá mætingar issue held ég á Citrix. Þeir voru ekki, Danni var að reyna að gera eitthvað og liðans var ekki annarkvort að fatta hvað hann vildi gera eða ekki ready að hjálpa hann Já, þú veist, eftir að þeir drápið þarna gyroin voru ekki bara stikka á lengi þarna, þú veist, þeir voru klárlega ekkert að taka eitthvað á Jack. Jú, örgulega, honestly. Vildi kannski spila kringu Warden sem settu þarna á Creepböðinni sem er þetta búið að dívorta núna, en Já. þú veist, já, ég veit ekki. Já, Badsons eru alveg að sína þér sér til að mæta, sko, en það, ég meina, heiturnar eru öll með timing, basically núna, sko, Binski hérna, það er ekkert dust á bygginni, nær, eigiblastinu, er eitthvað meir í boði? Veitu, hvað? Ok, Axe deyr, wow. Ok, ég held að Hútt var alltaf bygga en það var alltaf Axe og dreif hann sem er miklu betra. Já, þessi Jack er að gera alveg viðbjóðslega mikið damage, sko. Já, það er náttúrulega málið við hennar Kort Kiro, sko. Hann lýðir á sér. Já, það er innvís Rúfalo hérna, þeir vilja gera eitthvað move. Viki er ekki með Scream, byrju. Rúfalo 50-50. Já, byrju, hleypur inn. Eða hvað? Viki kemst undan. Það gæti verið klandurinn að fyrir liðið hjá 50-50 mannunum. Já, það eru að fara að missa 2 sinni mér. Drekinn bara byrjar að lemja, sko. Oh my god, já. Drekinn er kominn að borða, sko. Holy moly. Hann gæti bara staðið hérna á highgroundinu og bara lamið niður. Rúfalo er þarna, ok, flott. Hvað gerist næst? Engin veit. Hann lappar inn, byrju, Ice Bath. Spellar, orb, fyrir inn í orbið, Rós, Rúfalo dead. Dotti var mér svo mættur. Face-it og svo reyna að blinka eitthvað meira, sko, en hann ákvaða bara að henda beint í tipið. Já, einmitt, já, hann hefði getað farið hérna og reynda að komast eitthvað. Já. Hann er líka ekki að fara í meta þarna fastsetti í curveballinn, sko, hann er að fara í gamla svo ert að íta eða pulla. Já, einmitt. Interesting. Ég held að Orbin væri miklu meira að meta. Það er mjög mikið meta núna, hann er kannski bara ekki nefnt að æfa sig á þessu fastset, sko. Smá pappadóta, sko. Já. Eru kraftilega maðurinn sjálfur er í einhvers staðar í Bali, bara í chatinu að
biðja þig að fara inn í eldhús og ná í mækiðin. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir, sant? Ég er að reyna að finna út hvernig ég get boostað mækið minn en að bara í miðjukasti, sko. Með svona tíma hérna. Væri alveg til ég að sjá Netvoð. Já, þú trúið í mér. Ég var líka til að sjá það, sko. Nei, Netvoð, það brýtur alltaf spennina, sko. Creep er allt, sko. Ef Bergur heyrir vel á þetta klálega Berg issue. Þetta er eitthvað geological dæmi, sko. Þess ég ætla ekki að segja, sko ég get hækkað í desktop audio-nu. Er það að nota OBS bara? Ég er að nota Streamlabs. Streamlabs, já. Og ég get hækkað í Discord sjálfu bara inputinu í bara Discord sjálfunni, sko. Finn skera degina, ég held að ég þurfa ekkert að lýsa því eitthvað in detail. Það væri þetta góð sett, sko. Fá hérna mjög ítarlega kast. Það eru rúffól og fellir ykkur starf. Ég er búinn að taka ansi ítarleg lýsingar á spilinu að spinna í þessu móti nú þegar, sko. Ég veit ekki hversu vinsælt það er, sko, alltaf. Rúffól og krónaður topp. Fellir, einhver meginn er Viki bara enda upp í miðjun á 4 ofan að hetjum. Pröfum að gera eitthvað svona. Ok, pröfum þetta. Já, Viki deyr, ok, það er bara allir að deyja út allt í þessum leik, sko, þetta er rosalegt. Og það er hérna Mass Gate top frá Badsons, þeir eru að leita. Surta finnur Dodda hérna. Hann er með Hex, það er engin hook, sant? Og Axel ekki með blink, hann búinn að það. Új! Þeir geta líklegast bara chasað hann niður, held ég hérna. Já, en það er hjálp, það er tier 1 fyrir hérna, sko. Danni mætti líka, hann að... Já, Danni er að fara að kemsa núna. Om. Pípan. Þessi Axe kemst ekki neitt, sko. Það er AA og Takiro að nei, byrju, ekki chase. Danni bara tekur watch, ok, já. Já, það er ekki krónu, sko. Þetta var eiginlega bara Icepathi og Danna sem gæti eitthvað allt í þeim, sko. Já. Ég er búinn að mixa þetta hérna, þannig að allavega Archiving Dump segir að heyrist betur í þér núna, sko. Er þið komin úr rætthúsinu? Er ég við tölvunni núna, chat? Sko, meira, það eru fleiri fréttur á chatinu, sko. Vektor er ekki einungis, hann er ekki í Bali, hann er hreinlega í flugvél að horfa á streymið, sko. Við erum að góða hérna að binda aftur. Bara með kampavinn í vestri. Já, það er Saga-klass, sko. Það er Ísland Dota í Saga-klass, sko. Það er að góða á Danna, það er aðeins verra heldur en að binda þig, sem hvort þið ná honum. Kvölar henni út, ok, labba, hlöftudreki. Viki går inn, rók, takk, einhvern veginn. Hvað er að gerast í þessum leik? Það eru allir að drepa Vika, Doddi með Króno, nei ekki með Króno, hann maskar. Vá, ok. Ég held að þetta sé bara mest chaotic fightar sem ég hef séð, sko. Ég syns Frikki að joina kastið hérna. Hvað var ég að fucking horfa á? Komin í stofuna, þetta er allt annað. Veit ekki alveg einu svona hvað, sko, já. Mér finnst allir vera bara svona frekar jafnir í þessum leik, nema Void er ábærandi lagstur á kórunum. Beast er svona frekar mikið að karja actually í nettorðið. Já. Þetta er alveg ekki svona Void-leikur sem hann þarf algjörlega að vera damageið fyrir liðið sitt, sko. Já, það er góð punktur. Þeir eru alveg með mikið að doti inn í krónunum og svona, þannig að hann þarf ekki að hafa eins miklar áhyggjur að vera svona eftir á. Þetta er Daniel show, sko, for sure. Ok, byrju, finnaðu Rúfalo, halló? 50-50. Hoppa smókið á öllum. Það veit ekki. Allir spennandi að missa þetta. Hvað er að gerast hérna? Hvað er Viki? Akkur er creepið hans? Ok, creepið hans var bara að skápa það, flott. Það er rosalega að horfa á liðið sitt spila official-leik í flugvél, sko. Já, það er unheard of, sko. Flugfreyjana og spyr hann, sko, hvort hann þurfi eitthvað meira, sko, frá Eitthvað leikurinn í gangi. Óli er að dæfa, ég var að heyra hérna hvað er að segja mér. Herru, góð mynd.
Nota coil, þetta er Ó, náttúrulega það sem er gott ok. móti Hoodwink sko. Ég Já, ætla bara að coila hann íkorna sko, þá já, getur hann ekkert falið sig. hann kemst ekkert út úr draumalandinu. Það er líka þarna eldferst BKB á Hangdaddy sem hann er ekki að það bara nota. Já, einmitt. Það er örugglega mikilvægt en fyrir hann næsta rossfight. Dotti er alveg langt frá sínu þessar myndir. Já, en það er basically komið á Vikka sem er svona eiginlega mikilvægri hetja núna að hann, þú veist, hann er einhvern veginn, hann er svolítið að vera carrying at this point in the game, sko. Já, hann tók litla prowlerinn. Hann Já. gefur lifesteal og health-rekin. Já, þetta er alveg ágætt Ok. fyrir health-rekin. Já, og mikið lifesteal. Þetta er bara eins og Vlad eða eitthvað. Ok, það er smoked up hérna. Bæli smókuð, Já, beginner, poppar. Biggi, ok, Biggi. Ó, Vikki Biggi góð maður. farin inn. Úlí. Gott eilblast, Ok, já. Combo. Beginner Það er ekki fellur í. alveg nóg, byrju. Danni mættur. Já, Új, það vá, er Danni enginn bara cleaned að fuck up maður. að skila hann svolítið einn eftir, sko. Já. Hann einhvern veginn, Biggi bara face-tankaði Danna og á meðan jumpaði Vikki inn og dó. Eða, veist, Já, ég held að Vikki fór, held ég aðeins og djúpt hana, sko, með Já. hvar liðið hans var, út af því beginner var búinn að blokka af liðið hans frá því að einmitt. follow upp. Ég held nefnilega að hefðu geta kannski, ef þeir byrjuðu mögulega bara á Bigga, þá er þetta að vera eins með smúð, sko, líka. Því Dotti komst ekkert inn að setja krónuði, sko. Einmitt. Það var að tala um einhvern drikkjuleik og Rúfaló hérna í chatinu. Við náttúrulega erum family friendly streymi, sko. Erum ekki að íta undir ofnisla áfengis. En við erum samt að íta undir gambling, gamba. Já, kampað er allt annað, sko. Það er löglegt, bara svo lengi sem þú vesla við hérna ákveðin fyrirtæki, sko, sem hafa en ekki netgamba, sko. Það er ekki löglegt auðvitað. Löglegt svo lengi sem þú ert bara að nota channel points í þetta. Já. Það er svona peninga. fake gamba, sko. Ó, hvað ennum við mikið, já, ennum við 10 armor frá Killonum Max. Já, hann er alveg bara ágætis magnina stökkum, sko. 24 stacks, gott blood. Einmitt. Til alveg frekar mikið hérna. Hann er samt ekkert mjög formaður, sko. Hann er svona, hann er bara að fara í þetta, basically bara að fara í þetta svona eitthvað buff gyro og kaupa orður fyrir hann. Og kannski geta það verið með eitthvað timing núna, sko. Það er Aegis, Butterfly og það er basically ekkert til að díla við þetta Butterfly nema náttúrulega já, eða náttúrulega spell damage bara, sko, en ég veit það ekki, ég held að þessi Jakiro Mafs sé alveg gyroin ennþá, sko, en bara það tekur svolítið langan tíma núna þegar við BKB og Aegis. Ég held að það verðist ekkert eitthvað auðvelt fyrir að pússa high ground, sko, ef að Nei, setja þetta ná að setja upp gott defense, sko. Þetta er alveg góðar hittir sér með þess að pússa út, sko. já, 100%. Mjög flókið að spila inn í Jakiro og EA og já, ég held bara ef þeir ná aðeins að synka, sko, hvenær Vikki er að góa, því að hann er smá, finnst mér, búinn að vera svona trigger happy. Hann er actually, hann er mjög BKB núna, en já, samt, sko, hann getur alveg dáið af bara gyro spelunum, sko. Já, ég veit. Ég væri til að sjá hann spila smá reactive, sko, við, já, talandum að vera. Það er klípu. Já, ok, dodger hookinn, nice. Það er Ax eldan og það er, já, hann steinduði mér. Getur BKB TB-arnuna. Nei. Reynir ekki að við erum mjög tæft. Já, Líklega sem þetta ekki náði þetta. hann er örugglega bara, ég menna hann delayar pushinu, þeir færa allavega að mæta top, sko, þannig að það er svona, Já, þetta
Það var eitthvað 9 sekundar BKB sko, þannig að það hefði verið svolítið Já. dýrt fyrir hann að nota það. Einmitt. Það er annað coil á blessa íkornan sko. Íkornin hleypur. Kemst í burtu. Ó, byrju, hann hleypur mjög hratt. Búið með. Ok. Trín búinn. Já, og þetta var líka bara dead endana. Já, þetta er samt annað innviðs, ok. Dodja. Spooks. Vá, Óli versus Óli, sko. Hver er betri Óli? Holy Óli, sko. Radiant's top tower falling short. Radiant's top tower has shattered. Það var rosalegt. Já, Íkarnin, hann er læfis og lúmskur, sko. sannarlega. Ok, við skulum sjá núna hvort þeir reyna á hægrandi. Sýnist samt ekki, þeir eru bara eitthvað slagir sko. Það var svolítið, þetta botfight var svolítið svona, sko. Ég veit. En sko, ég verð að segja það að þótt að Badsons séu alveg 16k yfir sko, það hafa sitt 2XL alveg góðan sinn sko, ef þeir synkuðu spilinu svona vel. Það er bara Já. svona teamkomp þeirra er þannig. Já. Þeir geta alveg delete hitjum sama hvað lítið framfæri eru sko. Mér finnst þess að þeir séu með actually, sko, late game advantage alveg svona frekar mikinn á móti þessu liði. Já, einmitt, ég er samlega. Það er bara svona, þú veist, af því að mér finnst þess að við getum díla við hérna Gyron einhvern veginn á öllum stigum leiksins basically. Bara Iceblasti tekur svo mikið út svona þetta immortality með Satanic, bara eins og hann er til dæmis ekki að kaupa eins og Satanic. Og náttúrulega bara Voidin scalar ógeðslega vel og Jackin er að fara að gera ógeðslega mikið damage alltaf, en það snýst bara geta þær haldið formation eða mun þetta allir þessi jumpers á dagir einhvern veginn á að byrja fightinn og svona messa svolítið upp formationinu hjá Radiant sko. Pucker með defensive item, hvað er það? Blink? Nei, já, hann er ekki með, já, það er rétt. Hann er með wand, það er mjög defensive. Já. Það healar sko. Já, en ég meina í þessu leik sko ég veit ekki alveg svo sem hvað defensive item hann ætti að kaupa hérna. Það er eitt hann sko, það er eitt spell hérna sem er smá GG ef hann lendir í og það er time dilation. Já, reyndar, hann er með ekkert spell fyrir það. Þú veist, það er ekki búið að gera sko, en ég skil alveg að hann er ekkert að hugsa það, en svona, þetta getur alveg tapað einhvern teamfight fyrir það sko, að þetta er ekkert svona eitthvað það ólíklegt að þetta gerir, skilur við. Sérstaklega núna er Voidin komin BKB og getur actually hoppað inn bara í miðjan fightinn og dælita alla. Óli samt er svona þannig típa að hann hugsa bara ég er að fara að dodsa tendailusin í. Já. Þetta er the real gamba sko, bara playstylen hans Óla sko. Buffalo fjárhættu mistarinn. En já, Axe er að fara að kaupa þetta Crimson. Já, fleiri Oras sem heit. Gott að maður náttúrulega Beast og svona. Veit ekki, ég held samt að hann ætti, ég held að þó ég sé mjög mikill Ora fan, þá, veitum við að góða hérna eitthvað. Já, við byrjum að virka, við kemum BKB samt, hann ætti að lifa í gegnum þetta. Getur Ora, geggja, Chrono. Já, 2. Það er að drepa. Það er náttúrulega ekki fucking Iceblastin á hann maður, oh my god. Hann er að murka. Oh my god, it could have been amazing maður, holy fucking throw maður. Ég fannst eins og að það var Iceblastar hérna, en var bara Nú er Danni brjálaður sko, holy shit. Þetta er svo huge, hann er Iceblastar hérna sko. Já, veit ég verði eiginlega að fara í smá replay sko, bara að sjá að þetta var 2 manna Chrono sko. Ok, það er eitthvað að gerast með það. Það var alveg fucked hérna sko. Já. Það var Iceblastar. Ó nei, já, hann jumpar, hann notar Iceblasti og early, hann nærði á Axe þegar hann er að hlaupa upp og svo bara hleypur hangað í sekundu setna. Það veit, æjæjæj sko. Hann þarf vel að spara þetta bara alltaf fyrir. Ef það er teamfight að fara að byrja, þá þarf hann að bara Iceblast hann Gyro sko. Ég veit, wow. Skiptir ekki máli hvort hann Iceblast allar hérna 4 hittinars. Já,
Það rétt. Og þeir eru bara að push up til Force hérna. Ó nei, og hann missar æsblásinu aftur og hinn í gæðin er að spóna. Ó nei, Binski minn sko. Instanbæri, ok. Krón eftir mínútu, spurning Já, hvort þeir eru bara út samt. að lemja það fucking basic sko. Danni er buyback sinns mér. Nei, no buyback allavega. Hann er að fá það soon. Já, hann vil fá það eftir svona 8 sekundur. Þeir fengið eitthvað assist hold eða eitthvað. Oh my god. Hann er með það núna. En þeir eru bara að tapa. Ok, bye, Danni bye. Danni er bara að halda eitthvað ræðu sko. Ok, hann kaupir. Fekk upp ég. Já, Ok, sko. já. Það getur bara törn núna, þessi tannik. Hann er að taka damage. Það geta kannski... Nei, hann er að taka það. Það er eitthvað svo fucking mikið holy shit. Ef þeir væri bara með ace-blastið maður. Yikes. Oh my lord, sko. Það er ekki góð stemning. Ég sé eftir að búðunum að núna, sko. Þeir voru með svari við Gyro en bara... Spila þetta ekki nógu vel, sko. Misplace. Nei, smá ófylgur notkunnina á galdra notkunn, sko. Já, og þetta fer bara mjög hratt suður, sko. Sé ekki, já, betur að við. Já, það er svona... Já, þetta var eiginlega bara sárt að sjá, sko. Já, einmitt. Ég þarf víst að hósta þetta lobby. Það er spurning hvort við hendum ekki í smá auglýsingarhlé. Engar auglýsingar nátt. Ég held að ég geti spila auglýsingar á Twitch svona. Ég er affiliate. Já, allavega. Ekki það, en allavega, ég ætla að setja smá hérna break meðan við gerum lobby eða eitthvað og svo komum við eftir, já, þetta er svona 5 mínútur býstu við þegar delay er komið og förum í game 2. Stay tuned. This is a hot spot. 숨쉬듯 찾는 이 밥상. 등골이 된 넌 fall in love. 참을 수 없는 말. 우린 in the kitchen. Cooking it up, what you craving? 나의 멋대로 사센. And now the world's gone mad. You don't need to think too much. 쉽고 듣고 나쁘고 즐기다 가면 돼. 깊이 스며들어 in your mouth. Guilty pleasure never kill a pretty good shopper. 이빨 새긴 spaghetti. 150리 bon appetit. 그냥 포기해 어차피. Eat it up, eat it up. 머리 섞인 seraphim. Bad bitch in between your teeth. 그냥 포기해 어차피. Eat it up, eat it up. Eat it up, eat it up. Eat it up. Yeah, this is the sweet spot. Head up the scene is the big shot. Chef choice, no 위한 kick. Yeah, you lost in the sauce. No turning back. 취할 거야 밤새 기울여 절로. 난 빈자는 먹고 이제 빈자는 걸로. 좋은 게 좋은 거지 좋다는 게 왜 뭐 느껴봐. 어서 거 kick 말고 break. Snap it up like a gat. 내 김치 보드는 여전히 priceless. Whatever I'm cooking 다 같이 other cost. 내 원한 말아주는 shaker. 내가 미치한 드라마 주인공이고 또 손도 명이고 고칼로리 해쇼고 모든 짓들을 홀리는 다루는 의미의 나로 이제 가에서 바로. Yeah, this is a hot spot. Don't give a fuck, 니가 뭐라던. 씹어보셔 맛이 좋아. 필요 없어 3-star. 얘 말로만 hate it. 어디 가서 너의 diet. 난 몰래 쓱하는 의미. You better stop.
속인 seraphim Bad bitch in between your teeth 그냥 포기해 어차피 Eat it up, eat it up Eat it up, eat it, eat it, eat it up Eat it up, eat it up, eat it, eat it Eat it up, eat it, eat it up Eat it up, eat it, eat it, eat it up Eat it up, eat it up, eat it, eat it Eat it up, eat it, eat it up My guardian angel. Number 48. Dreaming, feeling, I keep visualizing And now I'm getting it right You're the love that I'm attracting Yeah, it has always been you, boy. It will always be you. Manifest with no sacrificing. Send me love 48, and I'm fantasizing. Say no more I feel you coming to me. Come and never let go. Come and never let go. All I see, Angel number 48 all I need. Yeah, it keeps manifesting All that I 48 and then I know you come and never let go. Come and never let go. Angel number 48. I create when
á viltu svæði eða eitthvað. Já, Randi náttúrulega, hann sub sko, þannig að hann ætti að sleppa við það sko. Já, of course. Ég En nýtt ef það það kom besta auðlýsing fyrir... þá stórlega vona ég að það hefði verið I can't go GM-in, I'm an analyst. Hvað er það? Nei. Þetta var eitthvað Twitch-auðlýsing sem var bara spilið mörg ár sko. Já, what? Alltaf sem auðlýsing. Classic. Já, það var næst nefnilega þú veist, að fyndi að vera bara með eitthvað svona play ads of Taka sem bara svona eitthvað, þú veist, þú hefur ekki hugmyndum, það getur komið bara eitthvað Exxon Mobile ad eða eitthvað Lockheed Martin, þú veist, ég veit ekki hvað það eru að auðlýsa, skilur. League of Legends ad. Já, League of Legends ad, það mitt. Auðlýsing frá, þú veist, eitthvað kínverska kommunistaflokknum eða eitthvað. Það eru komin eitthvað pixin, það er hérna það er svolítið önnur opnun hérna, Venn og first pick á Venn og second pick og first pick Jugger á Seitur XL. Það var mjög mikið comfort hitti allan fyrir Dodda, veit ég, þessum átti. Já, einmitt, ég var aðeins að ræða við á daginn og ég var einmitt að segja að hérna, ég var að stinga upp að pikka þessa hetju meira sko. Ég veit ekki hvort þeir sé að kúka eitthvað Jugger á einhverjum öðrum ról sko, en hann alltaf er bara ógeðslega góður núna, þannig að Já. það eru Sama glætt má að læra segja bara fyrstbyggan. Venno sko, myndi ég segja. Já, ég er samt, ég er smá question mark að pikka Venno inn í Jug sko, það er ekki alveg frábært matchup sko. Nei. Þú veist, það er ekkert unplayable, en þú veist, ég held að hann er alveg ekki að countera Jug svo mikið víst sko. Nei, veit, bara þvert á móti sko. Og hann er önnur hetja sem að countera ekki Jug. Þeim er greinlega bara skýt saman með Jug sko. Já. Það er bara ekkert þetta við hann. Það er confidence in the game 2 hjá Batsons. Ok, þannig kemur mínusarmur, það er Snap Slardar. Interesting, getur verið Viki Slardar, getur verið Daniel Slardar. Já, er ekki Danni svolítið fyrir að spila þessu hetju? Jú, hann er alveg fan af fiskinum sko. Það er alveg definitely thing sko, en Viki er líka mikill þorskamaður. Þannig að þetta er kannski bara eitthvað flex. Alveg næs opnun myndi segja, já, Seitur XL sko. Já, mitt. Þannig kemur önnur bustið þetta, já. Ég er samt, já, mér finnst þess að Batson sé bara svona að pikka heitir sem eru góðar, en ekki, mér finnst það ekkert verið að reakta við hinu draftina, því að svona, ég horfa þetta á blaðið og ég hugsa ekki eitthvað, já, þægilegur Fusion-leikur, að spila með eitthvað Slardar og Juggernaut. Mér finnst, já, þetta lukkar ekkert heldur eins og sé að pikka eitthvað ákveðið synergy sko. Já, Allan ekkert sem ég sé að enga til sko. Nei, bara eitthvað svona laning, stert laning. En þú veist, það getur náttúrulega, ef þeir bæta í svolítið núna að pikka ykkur á frontlinera fyrir Natures, þá getur hann náttúrulega bara, hann er alltaf góður í að vera bara þessi gæði sem er fyrir aftan, bara dundra út damage, sko. Já. Þeir þurfa einhvern tikkan, var ekki með einhver línu á Yngva. Það sem Yngvi vill. Ég myndi fá annan þykkan sko. Já. Simon? Þeir held að þetta séu því að kasta með þess að. Já, það passar. Það er þessi eini leikur sem Yngvi kasta bara síðan 2005 eða eitthvað. Já, nú er þið stundum í golfkastinu með mér. Ég þarf að passa mig á voiceboardinu sko, ég fór aðeins í smá manju hérna senast þegar ég var að spila Voiceland sko. Það var líka svona smá yfirvinna sko, ég tók 2 seríur í beit sko. Já, alveg rétt, þú skiptir bara yfir í hina sem var í gangi samtíðis eða ekki. Já, mér fannst ég þurfa að gera það sko, það var ekki,
það var ekki svona meðvirkni en bara mér fannst mér bara svona hann skildan, nei hvað sem hann blóðið til skildunar. Óberð. Já. En ok, þessi hetja nú samt alveg fín á móti Jug, sko. Já, og slartar líka, þannig að þetta, þú veist, þá þessi Natures ekki fara á safe lane, sko. Eins og það ekki... sem meira svona question mark, sko. Ekki Rúffála stundum að spila þessa hetju, eða? Það málið? Já, ég minnst þetta ekki rosa mikið Rúffála hetja, sko, en ég svona sé alveg fyrir mér að hann eitthvað vera að spila þetta, bara að vera eitthvað tippið með Bessel eitthvað. Já, það getur alveg verið, sko. Takk ykkur, 50-50 teleport play. Já, ég fíla það, sko. Ég fan af þannig Natures gameplay, sko. Blessar Ernir, gaman að fá því hérna í chatið. Og það Tiny, og þetta nú örugglega Daniel setinn, sko, þannig að ég spáði því að þetta séu kórarnir, slarda Tiny Jug. Já, einmitt, hann þetta offlane slardar. Já. Og ég þá bara eftir support, já, hvað... Það ekki eftir Binski heitinu. Já, ég myndi halda það. Spooks mikið að spila Snap. Já, ég held að hann sem mest, já, hann búinn að aðalega spila Snap og Hoodwink, sko, held ég. Og Spiritbreaker náttúrulega. Mér Binski, sko. Nei, já, sorry. Binski number one, ég var að tala við Binski í dag bara Spiritbreaker leikina, sko, í síman, sko. Við erum alveg búin að ræða þetta. Sérstaklega bara þess að taka það samtal. Nei, hann hringdi nú reyndar í mig, en... Já, var hann að biðjast að taka þetta samtal. Hringdi, herri, mér langar að tala eins Spiritbreaker minni það. Það er svona að verja sinn málstað, sko. Útskýra að Danni var mjög mikið að fleyma, þetta var svona óþægileg stemning. Var að reyna mitt besta, sko. Danni hélt okkur í andlegri gíslingu. Eitthvað svona. Ég vissum að Danni verður í mjög góða skap í þessum leik, sko. Hann spila upp á setinu sinna... Þetta svona, ég sé alveg sniðið hjá Dyer, sko. Þetta einhver Tiny að hlaupa og kasta slardarinn í óvinna og snappfæra gubba. Og svona, já. Prediction í chati. Þannig að chatið vil ég byrja að betta. Já, nice. Ef þið eru orðnið það, þannig að, hvað helst þetta? Já, ákveðnir í hvað lið tekur þennan leik? Við styðjum veðmál á Dota-leiki með channel points. Við styðjum hérna 3K strax á Citrix L. Já, það eru Citrix L fans í chatinu, sko. Ég held að flugvélinn hans Vektor sé annarkvort lent eða búinn að missa Wi-Fi eða eitthvað, sko. Annars væri svona 15K komið á Batsons. 3500 Batsons. Holy. 9000 Citrix L. Þetta alveg prediction, maður. Holy. Það einhver bara að fara all in, held ég, sko. Já, við styðjum þetta, sko. Og Ricky Lasbygg, ok, halló, sko. Þetta er eitthvað throw draft ef ég nokkuð tíma að segja það, sko. Ok, step 1, picka offlane Natures Prophet með peningapókan. Fyrstu mistök. Step 2, picka Ricky á móti slardar. Ég held að það situr eitthvað svolítið sem var að valda hann leik, sko. Já, ég meina, þú veist, sko, Reykján hjá Rikki, það er ekki einhvern svona ákveðin hetja, en finnst að vera alveg gjör kantera, sko. Það er gott að með þetta jöggjunum, I guess, en... Já, en það er sann svo ógeðslega svona specific, finnst mér. Já, annars eru hinni hetjunum ekkert eitthvað það fyrir að lendi í, sko. Nei. Það getur alltaf að æta með þess að sjálfur eitthvað með þig, sko. En þú veist líka, halló, sko, mútið slardar, út af mútið 3 stönnum, jú, getur eitthvað svona dodge stöggspelna, en þú veist, ef hann er stönnaður, þá er hann bara dauður, held ég, í þessum leik, sko. Já, einmitt.
Og þú veist, þeim vantar, það er sko heavy lifting sem þessi Clockworks þarf að gera til að setja upp fyrir liðið sitt hérna sko. Það er komin 15k stig þegar setur í Axel sko. Þetta er rosalegt. Randi hætti 5.000 auka þegar hann sátt last pick Ríkja á Rúfalo sko. Þetta er rosalegt, kæru landsminn. Binski Lion sko, ég er fan af þetta er það sem ég var að agitera fyrir sko. Ég sagði við hann pikka þú kattsetju og ég kannski ekki að segja nákvæmlega sem ég var að gefa þeim strategíska þess. Ok, sjálfum þetta aðeins, sjáum hvort þeir vinna þannig leik, þá get ég kannski sagt meira. En ok, Danni Tiny, það er alltaf góðsviti sko. Viki, náttúrulega master tier á þessum slardar bara, þetta lúkka mjög vel sko. Einfalt gameplan hjá Citrus sko. Ég veit. Þetta er ekki game doesn't exist sko. Ekki fyrir hann að sást þetta line-up sko. Það er smók. Kannski áhugavert líka að nefna það að ef að C3 XL ná að kompaka þessa serju þá ná þeir að smygla sér inn í upper bracketið sko. Jaha? Já. What? Ok, það er hype. Og ég var ekki búinn að átta mig, ég átta mig náttúrulega eiginlega ekki á þessu Swiss-formati ennþá sko, en... Nei, þetta er líka smá sköft, fyrst að þetta er 11 lið sko, það er það ekki alveg eins svona straightforward og það er vanlega sko. Smá custom, það er gott að þú settir hérna með okkur að útskýra þetta sko. En ef að Badsons vinna þessa serju, þá sýnst með þetta að vera að fara í einhverja tiebreakers upp á hver fer í upper og lower. Ok, það er spennandi actually. Þetta er bæði mjög spennandi. Já. Ég er meira spenntur að sjá Citrus í upper bracket sko, það er mjög gott storyline sko. Ég veit. Það áttu mjög erfiða byrjun á þessu móti, en hafa náða að koma sér aðeins í gang sko. Nei. Hann hendi bara blottgranit level 1 og virka. Hann bara hendi blottgranit og landa hann með poisoningsting. Hvað er ég að horfa á þessu plotlinum þar? Hann horfir á innatið sitt og er bara holy shit, þetta er of mikið value sko að fá þetta gada. Ég verð að nota blottgranit strax. Bara strax búin að queue upp bara 5 í viðbót. Líka í staðið fyrir að nota sko, taka spellega leitt sem hann getur nota mana sitt, þá vil hann frekar taka passivið og burna HP-ið sitt og peningarna sín til að gera damage. Nei. Við erum með, hvað er mér að höra, Chattelet í chatinu, eini sanni, Return of Chattelet. Já, Arnir, það er, formaður mótstjórnar hefur mörg horna líti og að skilja formatið er ekki ofarlega á hérna forgangsröðun á listanum sko. Ég læt klókari menn það sko. Ég læt resident starffræðingin sjá þetta format sko. Já, ekkert kill so far, svona frekar rólegt, bara þessi Venno er búinn að grífa sjálfan sig með skill og item buildinu sinu. Ok, notar af hana. Það er sko, það er verðt að athuga svona fyrir kannski menn sem er að byrja að spila leikinn að þú ert með passive mana regen sem að þess vegna er gott að nota spellina þína bara frekar snemma því að þú færið frítt mana. Bara frá því að gera ekki neitt. En ef þú tekur passið eitthvað leitt, þá náttúrulega getur ekki beint nýttir það sko. Það er ofta ástæðan hvernig maður sér ekki Juggernaut að fara í Blade Dance level 1. Jú, einmitt. Það og ákveður aðri þættir spila ekki inn í sko. Mögulega. Ok, double Gale in the bot. Inn í ekki neitt. Nei, Gale er ekki svo góður damage spell einhverlega leit sko, en þetta er ógeðslega gott lane, Venno og Ursa, en ég meina, já, ég veit ekki. Kannski eitthvað, já, bara skill diff, as in sko, skill point diff bara.
Stopp. Greitt. Ok. Úff. Já. Það er engin peningaboka fyrir þennan Prophet. Og Binski fellur á móti Bigga. Birgir versus Brynjar. Dóttir ætlar að fara í hringdans. Bing bong, bing bong. Ok, náðu 3 hana, þannig að hann er með ekkert mann eftir. Já. Ok, Chadlat segir BRB ætla að fá mér ís ef það kemur first blood á meðan ég er í burtu. Það er búið að koma first blood, ok. Innan þess að 2 mínútur verði ég max bitur, ok. Við þurfum alltaf að vera glaðir af því það er búið að koma first blood áður en þú fórst. Þið verðist að hafa góða eitthvað bottina, þeir eru báðir offlininu bara super low. Já. Þurftu að fara heim. Samt alltaf lægja því, ég meina, Viki er bara að fara mín törn. Hann er að fara að fá, þú veist, level 4 innan mögulega. Og Hangdandi er ekki eitthvað að dæfa hann. Ég veit ekki, Súrda er bara að farmast stóra kampinn. Það veist, kannski er þetta gott, I don't know. I guess, fyrst að leinið er bara búin að vera hjá þurrtinni síðustu mínútur. Já. Sko. Það er enginn eitthvað að testa þetta. Ég meina, Ursen þarf ekki að hjálpa. Hann er alltaf að fara að nýta sér passive mana regioni, það er gott, góðsviti. Já. Það hendur direktorinn hérna. Beginner ákvað bara að fara heim með 50% manna á held. Þetta middle matchup er eitthvað rosa... Það er náttúrulega ekki að drepa, þetta er Danni kannski, en hendi þannig bara upp í lofti. Já. Já, mér líður svona svo tiny, svona smá hiti sem að mokkar bara svolítið drikki, sko. Wow, Danni bara, Binni fellur hérna, en þú veist, Fjúrjónin pikkaði hennan peningaboka og sko, eitt aðalissue við hennan peningaboka er að hann virkar bara ekkert. Þú veist, hann virkar literally ekki eins og hann á að virka, þú veist. Þarna var eitthvað kill og gæinn var inn í trjánum, en það komum við samt engin peningabokar. Já, þetta er náttúrulega tekið beint úr ykkur bara custom game-andi sem Valve gerði, sko. Já, ég veit út. Já, hendum þessu bara inn sem facit, sjá hvort það virkar örugglega ekki. En já, eins og segið, þú veist, það er mjög erfitt að ná öllum peningabokunum, sko. Þegar heitur deyja. Einmitt, og náttúrulega hinnir geta náð peningabokunum, þetta er mjög svona... Það er topp, aftur. Já. Góðu koks, en boomspin. Það er verið að ekki notað heilum oh my god. Það er mjög seint. Ok, nice. Huge stick. En... Ok, hittu vortinu að lagst. Æjæjæj, þetta var svolítið awkward. En nú er Binski bara að fara að fá peningabokana. Flott. Hann líka... Já, ok, hann kaupir curling á Dota. Já. Þetta er lof. Og... Hot. Já, Hangdandi er bara... Ok, gott geir samt að Biggi er að líka. Já, Biggi... Ok, hann er ekki að fanga það. Þeir eru allir mætt. Já. Offline er bara mætt, en Viking hefst útlags líka. Já, hann er samt líka... Já, hann er góður. Og ég myndi segja að þá er þetta actually ekki svo slæmt, af því þeir eru rótita báðum hitunum. En alltaf Fjúrjónin er rótir frá aftur, en svona smá mikið commitment, sko. Ég hef alveg fíl að sjá það bara að vera að pressa þurrnina, sko, fyrst þau voru svona margir. Þú veist, Viki þurfti hvort sem er að hlaupa heim, þannig að það var enginn hetja til þess að íta þeim í burtu, sko. True. En hann ákvað bara að fara aftur top. Herru, Lion, er með ward hérna. Já. Testa vistum við. Og hann er á sett. Stennar, og já, ok. Með double 2-0-2, sko, þannig að... Og núna getur verið í klandri, nei... Jú, kannski. Já, hann er einu spráti uppbútt. Og hann er missar áttinni, já. Nei, þetta er búið, sko. Sko, það er terrainer, það er ekki glemt að skipta veðri, sko. Já, anskotin, maður. Já, ok, game 3, við skiptum veð fyrir game 3, þegar eftir að setja við vinnu þennan, sko. Ok, það er... Menn eru kokki, fíla það. Það er going a bot, Biggi er doing stuff. Pingpongir, já. Ég held, hann hefði mögulega komast út en að hlupið í sama kokkinn tvisvar. Já, hann hefði þurft að gera það, sko. Þessi level 3 kokks eru alltaf lengi til þess að geta verið eitthvað að bíða eftir að hverfi, sko. Það er sandstormur, Axari Kær. Það er veðráttan í dag, sko. Það er smá
hvað heitir þetta? Sandfok? Og ég er að horfa að streami á þér Já. og þá líður mér eins og ég er ekki búinn að þrífa gleraugun mín í svona viku. Svo horfi ég á ingame á mér og ég bara, wow. Bara nýbúinn að þrífa gleraugun mín. Þetta barátta, sko. Þetta Lawrence of Arabia hérna, sko. Bardaginn. Já, þessi gæðir stundur. Já, tosslegur 4, notar fyrirfæðri, en já, gerir ekki mikið gagn. Tanyin byrjar að múfa, náttúrulega ógeðslega sterk rotation heiti. Hann fer aldrei í manabút sem er mjög áhugavert. Súrta mætur og byggi, en þetta er svolítið flókið go, sko. Já, þeir eru allan nýtaðum í burtu. Þeir eru hræðir. Já. Þannig vil bara góa, sér bygga. Þú veist, byggi er að gera svo mikið stöff á þessum fucking Tiny, sko. Nei, þessum klokk. Býtu, ok. Brikkiðinu, sko, frítur. Já. Ok. Omni. Það var svo mikið að fólki hérna. Ok. Já, þetta er Furion mætingin, sko. Þetta er eiginlega snappinn í þetta play. Já, og þetta eru Cogs of Doom hérna. Já, Byggin er svolítið búinn að vera ónennan örlíkjum allan, sko. Já, þú veist. Byggin er klokk, sko, bara. Never wake me up, sko. Hann kemur hérna dansandi á botlinu. Þú veist, mér líður, þetta er mjög svona, mér líður eins og þessi Furion sé alveg að gera eitthvað stöff, en hann er mjög low network, sko. Hann er ekki komið örnið þetta ennþá. Þetta er að góða hérna. Ég finna snap. Danni mætti líka, þetta er alveg smá finns. Gott hostamits. Þetta er gott. Þannig er með cross landing, hann fílar það fasið, sko. Nei, en það er Ricky mæting. Nú er hann Ég vissi slenna fyrir á... Nei, getur ekki slenna. Já. Þetta er Ricky pick, sko, þetta er baneitrar. Við vorum að segja þetta alltaf. Já. Við vorum að praise þetta Ricky pick, sko. Bara hvað geta það hérst á móti rottinni, sko. Og Andom Furion og allt. Og ekki vill fara inn, sko. Held að geta törna á hann ef hann góðar. Já, hann hætti við. Hann sér á sér. Það er ekkert 50-50 þannig. Þessi Ricky, Óla Ricky, sko, hann er líka skynsamur. Hann er með gasgrimi fyrir sinum einn reik. Já. Hann hugsaði fram í tíman, sko. Það er engin toxic liðsfélagar sem geta dreipið að byrja. Ok, Furion bara mættir hérna mitt. Og nú er eitthvað að byrja eitthvað Furion Ricky kersla hérna út allt maður. Já, hann er ekki svo með örn, sko. Hann er með 1700 kall. Hann er svona að gæla við mæta sig, sko. Þetta er Furion spilari sem tekur peningabokan, sko. Hann er alls líklega. Já, það er eiginlega komið með minnst að komast 6 örntestnum, held ég, en já. Líka, sko, Biggi hefur eiginlega farið í örn ef að valdi að vera ekki búin að kjóða. Surta keypti örn. Nú, já, ok, hann er með örn, já, það er alltaf margir örnbæjar sem það. To be fair, örn er mjög gott á venn og þannig að... Þetta er góð á trögginn, ok, hann er svolítið klandri, en er smókið nú lengi? Já, hann er nú lengi, wow, ok. Nú verða að sitja öll menn eitthvað aðeins að hífa upp þessi buxuna, sko, að þetta fara saman og nota alltinn sín, sko. Það er smók, já, þetta er gott. Þeir heyra í mér, það er gott, þeir hlusta á mig. Ég hef alltaf rétt fyrir mér. Svenno ætti nú að vera... Dauðans matur. Steindauður. Já. Tossi honum inn, já, ok. Já, þetta er flott. Mjög gott. Ég er ennþá... Ég tók út settingið, en ég er ennþá að sjá bara Óla Stóra hérna. Hann er bara Óli Stóri, hann er bara big man. Það er greinilega það bara... Official, pro-Nicky hans. Já. Vistu það? Big man spook, sko. Já, það er enda með kossana. Það er kannski ná að gera eitthvað move in the bot með vika. Þeir eru með mjög mikið killpotential á öllum leinunum, sko. Spookar hérna Ursuna tilbaka.
Þetta er samt með krókinn sinn, sko. Ok, hann Já. notar það endra sóknar. Já, ok, byrju, nú það pingpongi. Já, byrju, yfir kokkana, flott. Kókaka. Byrju, það topp líka á saman tíma, hann að bara manfighta. Ok, byrju, Omni. Í, óbelegt dans, Já, þetta mjög óbelegt. Og Linski fellur. Ég vil sjá Rikki fellur, ok, byrju. Lotti, mjög low. Danni vill, hann já, ok, Amman mætt. Já, þeir sjá hann, þeir eru að missa mjög mikið reyndar. Ég held að þeir eru að ná hann í kombói, sko, hann er ekki stattangi. Það verður. Sjástu þetta? Hann tossaði hann meðan hann var með kúki í loftinu, sko. Já, var hann bara í loftinu að henda hann upp. Já, hann var í loftinu að henda hann upp, sko, þetta var töff. Það var slóm og rýmur. Já, seifa þessa klippu, sko. Notið í stingarinn. Hoppandi, fljúandi Tiny, sko. Það var eitthvað svona flying uppercut hjá Tiny, sko. Já. Já, ok, þeir eru að fæta bak hérna á Sittegsal. Það er gott. Juggerinn er svona svolítið að ströggla, en hann er samt alveg svona í miðjun á netvortinu einhvern veginn. Þetta er ekkert... Já, hann er meira farmaður heldur en Prophetin allan. Já. En hann er að fá, það er ekkert langt í orkidæðin, sko. Hann er alltaf mjög langt í eitthvað dispel hjá Jug, sko. Spurning hvort að þeir geta fundið hann. Já. Það er alltaf með hann að Rikki, sko, sem getur bara verið að leita hann hundarast. Ég veit. Ég held að ideally þá myndi hann bara vera að taka mjög safe farm núna, svona næstu 10 mínútunar. Og hinnir eru að, þú veist, að forsa hérna reactive. Húka Illu! Húka Illu, betur. Drakturinn vildi ekki eins og sína þetta, hann vissi að þetta var bara eitthvað bad play að bygga. Tell me why, baby, why. Já, býtu nú við. Það eru spennið það. Rikki er bara tröð. Ringar til döða. Ok, Spooks á móti OTB. Jú, Danni mætur. Óli, Danni. Symphony of Skillsina í gangi. Dun. Ok, nice. Rikki, smaklandri, næst hana. Danni er að koma, hann með stunts. Hangdætt, ég mætur líka. Svona með burstu. Ó nei, hann er fastur. Oh my god. Ó, drekturinn er ekki svona svo mikið, ja. Hætti kökkinu. Kökki heldur áfram, Ólafur, kæri Brím. Þetta var... Já. Þetta er allan ekkert að fara úr böndunum, getur við sagt, sko. Nei, þetta er ekki að fara úr böndunum, sko. En þú veist, þeir eru svona hægt og rólega svolítið að missa gripanum sem leik. Ef þetta heldur svona áfram. Já, þetta er svona smá svona... Það eru 5 heitir sem geta fæta á Radiant og þeir eru bara 4 sem geta fæta á Dire. Og þarna mættu allar heitunar. Ég veit. Bot hérna, það er bara hann gríti venn og henda hann mættur í tunnuna, ættir nú að falla hérna. Ég myndi bara guppa á hann hérna, sko. Það þarf kannski ekki, eða hvað? Kannski það eru. Já, nær hann hitta. Hann er sælistaður. Ok, hann nær hann. Hann nær hann virkli. Er eitthvað meira hérna? Það mæting. Vampast hann orkið. Úff! Startar inn. Startar hann er bara að drepa hann í gæja. Ok, þetta er gott, sko. Og þeir fá peningapókana. Dotti mætir hérna í nokkra póka. Very nice. Já, hann er komið með ball fyrir sitt líka. Já. Ball fyrir vindleys. Það er... Hópaðu, geta kurr? Nei, Horton geta ekki snæpa þetta. En já, Ussan er alveg 2000 skall í yfir honum, sko. Þannig að hann er bara komið blinkið til strax. Já, ok, wow. Hann er smá skeri, sko. Nú gæti verið hættulegt að það er að stikka eitthvað inn á bot, sko. Er ekki með fingur og ekki kossa. Ok, fingurinn er að koma núna. Hva? Það er svolítið að tjera upp burstu. Ok. Ó, nei, betur, Dotti er smá... Þetta lúkar ekki ólega vel. Ó, næra kossar út, en hengjum byggi. Já, guys, þeir eru smá overstay og welcome hérna, sko. Já, ég líka, Það sko, típi Lionin. út, já. Já, típi út með að Dotti var að fara inn innan og eitthvað. Já, þetta ætti verið náttúrulega, sko, ætti eiginlega ekki að gå inn með hann að hingæðin er típi út og ætti alls ekki að típja út á supportinum og góða inn á karriðunum á samtíma. Það er mjög svona... Það er mjög margt að þeirri atvika rás, sko.
þeir eru ekki eins og með neina sentry hjá turtinu, sko. Þannig að þeir Nei, veit einmitt. ekki hvort að Rikki sé að setja eitthvað upp, sko, eða eitthvað. Já, Herru, talandur Rikki, já. finnur neitt ekki ljón. Finski, ok, en Dotti er hérna að farma bara liðanum. Ég dodge smá, býtu, ok, hann vill hann, býtu. Ég held að það sé með, sko. Nice, ekki, ok, ODB mættur samt. En það eru spellar hérna. Þannig lappar Ég út. úti að hægrandi eða eitthvað. Ok, þannig á kombo. Nú hendur hann inn, ok, nice, damage. Jösnar, hann er að lífið af. Nice maður, geggja törn. Fá 3 fyrir einn Finski, það er nú alveg worth it, sko. Og hann ekki með svona dribble-check. Ok, hann hlýtur nú að samt að vita þessi vortan hann, Já, sko. og byrju, getur kannski dáið hann náttúrulega. Hann er mættur, já, nei, hann stindur. Nice. Ok. Hverju er þess að tjekka vortin? Nei! Ef það pingar enginn en vort, sko, þá er eitthvað að. Þetta er illegal dæmi, sko. Ok, þeir eru að ná snáknum. Snákurinn samt er... Já, þið sjá hann ekki. Þetta er langt tími, Ói maður, vá hvað það var close. Alveg bara... Snákurinn. Ok, ODB er mjög aktiv á þessum Furion, típið inn hérna. Smokes er komið fyrst á núna samt, þannig að hann Já, getur alltaf... og það daggar á að virka. Hann getur náð hannum. Og Danni er Já, mættilega. byrju, halló, Chris! Bara hleypið á. Done. Ok, geggjar húk frá beginnir. Já. Grítar þetta samt upp. Gætt tossaði samt út. Já, nice. Þannig, þetta er bara Tiny vs. Clock þessi leikur, sko. Já, og það... Beginnir líka. Þannig komin aftur hérna, Scheming Venno hérna, einhvern veginn á sama stað sem hann var að tíkja út frá. What the hell, maður? Hvað var ekki deja vu moment þetta, maður? Hvernig þetta getið, sko. Það tók einhvern ring á það, sko. Bara glimpsa tilbaka, eitthvað. Það var rosalegt. En ok, mjög góðar en að síðustu mínúturna fyrir City's XL, maður. Virkilega, sko. Dem, sko, þetta er eins og ég sé mest að stama, sko, þegar hann segir þetta nafn, sko. Þetta er líka bara ógeðslega ósjálft að segja þetta, fucking... C3XL, þetta er bara svona einhver tungubröður, sko. Herri Prophet, hann er í einhverju sneaky Mission Impossible missionina. Vill finna startarinn. Prophet hérna. Hann þarf að byrja á spráti, svo að við náðum ekki að blinka. Þú veist. Ég held að Prophet, nei, slarta bara að kötti tréð og berja hann í klessu, sko. Ok, klokkinn. Ok, næðir hann húkinum. Það er heldur smætingin, sko. Já. Það var að fljóta að blinka takkurum, nei. Nei, hann er bara, já, það er Finski, ok. Og það er mæting á alla staði hérna. Já. Húk samt, hvað það var sick Prophet-ull í maður. Tók bara 50% líf að Dotta og kláraði læginu. Já, það var rosalega. Hann á ekki Omni, sko. Nei, hann er að fara að pappa okkur til Hann er að fara að falla hérna, já. Ok, ég er að segja, ég er impressed af þessum Prophet, sko. Hann er að spila vel, sko. Herru, byrju, þeir eru búin að placea ops hérna sem þessu Já, þetta náttúrulega gengur ekki, sko. Þetta er góð hangtað í og Rúfla går inn, ODB går inn. Við þurfum eitthvað fleiri hittur hérna. Ég er ekki með forsinn ready. Nú er Danni og Viki svo maður vantaði hérna. Finski þetta? Já, maður, það er að kollapsa hérna bara. Já, smá meltan í gangi. Danni er kannski að taka að vinna með sér, hann að taka tier 2. Finski nær Rúfla, actually, ok, það er huge. En bara helvitis Prophet, ok, sko, já, ok, dæbak þannig, ok. Samt inn í Bigga, hann vill fá Furionin, en það eru heldur svortar að drepa hann, oh my god, á húkin. Æ, svona húkar núna. Ok, byrju, og hann fellur á Prophet, ok. Nei, menn bara þetta toss damage maður, Já. svo lett með græja. Hann veit, sko, Danni veit. Ég held að Danni sé með svona 500 leiki á Tiny, sko. Líka fer í þetta caster build, sko, mjög interesting. Já, ég veit, þetta er alveg sneaky burst, sko. Já, ok, Dotti tekur úr vorðinn, það er gott að sjá. Bara finally, sko, þetta, þú veist. Gæst, þið þurfið aðeins að pæla í hvar
af hverju sér hann gæjan vera að farma jungle camp, sko, bara, þetta look in my eyes, baby. Ætla að taka Tórum minna. Væri næs fyrir snappin að fá stjartin, sko. Já, það heldur næs. Það er alveg farmaður á Citrix þetta, sko. Þeir eru alveg að fá itemin á beginner. Hann ætlar að gera eitthvað hérna. Nei, ok, þeir eru melee ward. Það er alltaf mikið. Það er alltaf samt að góða. Það er ekki hérna. Hann er með shieldrún, sko. Stóra vika. Ok, betur, Rikki getur merkt hann. Rikki getur merkt hann. Hann var með kuldan á því, smá tíma. Notaði beginner greiðlega. Ó nei, betur, þetta er eitthvað looking bad. Stæður, ok, hann er Júla Omnið. Dott svo rosa mikið dæmsinu. Ok, samt. Já, ég ætla að Dotti sé samt fara að deyja hann held ég bara, eða ekki. Hann er ekkert að koma að slipa hannum. Já. Ok. Já, þeir eru... Fingi getur kannski blinkað. Já, blinkað. Sigur. Þetta Já, þetta var ekki alveg fætinn, sko. Új, beginner maður, hvað þessi maður það þarf að fucking setja hann í fangelsi, sko. Bara líkamsárás gegn hjálparlausum mönnum hérna. Það ræðst á ömmur og ljón og hver sem er í veginn manns. Með Axe á Rúfaló. Það fyrir að fara í mjög svona tempo buildina, það er í force inn í Axe til að fá rútið. Hvað segir þú? Ég beði bara buildið á Prophet, hann fer í Axe næst. Ég veit. Það er bara svona meira utility eitthvað cuts festað og... Já, ok, hann kaupir þetta Maelstrom fyrst, þannig að ég finnst hann líka bara að vera að gera mikið skada þessu fæta, þú veist, hann fær að lemja mjög mikið. Já. Og hann er líka bara að nýta sér mjög vel mobility sitt, sko. Það er góð, en á surta og missa Vikka á mér, vá, kjörlega mér. Vikki er svona sotti að suffera, sko. Hann er alveg lægri en supportanir á Radiant, sko. Hann er búinn að þurfa að forna sér mikið í þessum leik, bara... Smá suicide fiskur, sko. Og er sögsi ef að hinir korinni væri eitthvað doing much better, sko, en það er ekkert svo mikið... Það er ansi mikið að ég er að skýta í netvorðinu, sko. Go bot. Já, þessi maður er steindauður, sko. Já, komið Bassir og Ussi, sko. Hann getur eiginlega bara drepið hann núna í einu overpower komboði, sko. Ég veit. Ok, þetta er looking smá rough fyrir Citrix, en þeir fá Rúfaló hérna. Það er alltaf þetta að pikka smá... Alltaf þetta að fara í hraðbankan, sko, og taka eitt Rúfaló. Sækja hann bara, sko. Einmitt. Smoke, ok, þetta líst mér á. Hann er ekki með fingar, hann er með allt annað. Já, Batsons eru líka ekki með neitt gott vissinuna, sko. Það ætti eiginlega að fara vel fyrir... Það ætlar að opna. Hangta þetta í. Ok, búma alltaf sitt. Þess að hlíti nú að falla hérna. Ég trúi ekki að þið. Já, býtum við. Ok, hann lappa bara út. Það er kossar. Nei, maður. Æ, þetta er svo sætt. Gå inn aftur, ok. Það eru fleiri spela hérna. Ussa getur ekki hoppað aftur inn, sko. Hann er low. Já, fyrir undfallur. Byggi að næstur út á, sko. Það er að gera mikið þetta. Það eru vordar út allt, sko. Ó nei, já. Hann er komið að anna ulti. Að hangta því. Kombo og það er engar... Það gerist aðeins snemma þetta. Ég held að það er eitt sem var ennþá í gangi. Bara vantar líka fleiri hetjur, sko. Þú veist. Slartarinn einhvern veginn er með ekkert damage, Chugginn er ekki að ná einhvern veginn, þú veist. Chugginn er bara eiginlega svo sköft fæta, þú veist. Hann er eitthvað að reyna að koma inn og omni-slassa. Þú veist, hann er eiginlega með no damage til að omni-slassa, hann þarf slartarampið. Sko, ég líka náðu ekki alveg að sjá nákvæmlega hvað gerast þannig í byrjun, en það líður eins og það vantaði eitthvað eitt stykki spell en það var Ursan í byrjun, sko. Já, það má vel vera, sko. Tanka tier 2-turninn og var búinn að fá, þú veist, Avalanche og Ursi, sko.
samt einhvern veginn bara, já, náða að forsa hann út og hann bara lappaði bara byrst. Kannski, já, það vantar definitíð eitthvað, sko. Þú veist, þeir eru með, Tossi mjög gott á móti Örsholtinu, sko, því hann er alltaf jafn lengi í Tossinu, þannig hvort hann sé alltaf ekki. En... Og hann ekki að fara í BKB. Já. En svona, þið þurfa samt alveg að kæta hann smá, sko. 20 á network og Örsa með AG, sko. Nú þetta að fara að vera þetta er svona, já, þetta fara að vera mjög tricky að... En ég meina, þeir eru, sko, mér finnst þeir aftur að vera með mjög gott svona... Þeir eru mjög gott scaling line-up, sko, eða komast late. Já, ég bara... Jugg með þessum slardar, sko. Ég bara að horfa á þetta Jugg inventory, sko, og svo horfa ég á Ussa inventory, ég bara, wow. Já. Hann er svolítið langt í land. Það er alveg smá þannig, sko, Biggi er alveg að ná hardcarrinum á Citrix, sko, í network, það er... Já, hann er basically að tvöfalda networki á óvinna karriérinu, sko. Einmitt. Ansi rough, sko. Og bara líka, þú veist, Furion er að gera svo mikið damage með að við skilur hvað Viki er að ná að outputa í damage. Hann er bara... Því Viki og Danni eru basically svona, þeir eru bara að jumpi sitt eiginlega. Þú veist, Danni er alveg að gera ótrúlega mikið damage með spelunum sínum, en hann er samt bara daggar kombo og svo býði 8 sekundur og svo annar daggar kombo, sko. Ég held að hann svona, hann myndi vilja að slardarinn væri meira eitthvað svona, taka smá, karja smá, svona, í þessu physical damage, sko. Tossi inn, ok, betur þetta getur verið eitthvað. Hann er með ekki, sant? Já, þeir eru að nota rosa mikið spil saman og Danni og Óli eru báðir. Oh my god, þetta er rough. Já, Óli nær að forsa þessu út, nær svo ulta, ok, góða kostar, sko. Já, ok, það er að gerast, já, damage. Ok, stjórnum, bællur. Ó, ok, einhver meginn náði Dotti að, vá, sást þetta? Það er bara eitthvað, fór ég um alla ringina. Sprátti einhver meginn ítt honum úr kokkunum og færði hann upp á hægrandi. Já. Sprát er þekkt fyrir að íta fólki út úr kokk, sko. Þú getur líka, þetta er ástæðan af hverju Furionir, ég hef ekki spilað þetta nóg mikið eftir 9 kokk, sko, að byrja að góða það. Þannig bæbæk, ok, hann er sem með Axe á Örsunni. Stun, en þetta er gott. Stun, sko. Þeir eru bara 3 en á móti 5, sko. Já, Örsun kemst út. Ok, þið geta fengið þann supportana. Bæ og Danna samt, en þetta er svona gott fyrir liðanum general. Þurfa mjög mikið að fá þessi kills. Bara kannski fá þetta á ekki supportunum, já, ok. Já, mér sýnst Danni að reyna hann aðstættina hann með 3-3, en já, það er ekki alveg. Það hefði þetta kannski verið worth it fyrir hann, sko. Það fengið peningin þessi tilbaka. Já, ok, sko, Fighter er ekki að segja að þeir grepptu 5 skull á þessu. Já, það er ágætið bitið, sko. Jugginn að gera mikið damage og 5.000 damage actually á snap, það er rosalegt. Já, þetta var mjög gott ult í hana, hún náði actually að forsa sér út. Það er góð bot, hann forsa sér inn, byrju, autodirector, come on dude. Ok, það gerist ekkert annað. Dotti er að hlaupa hann eftir honum. Með heist, ok. Já. Lemmi. Ok. En það lítur bara ágætlega út hérna fyrir sittir eftir allt, sko. Bara að dusta Ruffalo. Já, merkja, lemja. En Biggs er að koma, nei, Biggi er að koma, nei, hann veitur. Hann er tímalus, að sé ykkur strókar. Ó nei. 50-50 Ruffalo meður, holy. Já, hvað er svo mikið 50-50 Ruffalo play, sko. Já, oh my god. Defensive item að. Jep. Og nú er allir döðir og þeir eru bara að fara að taka fucking þrónið núna, sko. Já, bara bæbæk snab. Það er mitt. Það er ekki alveg nóg til að halda basinuðinni, sko. Gullbókin er að fara að vera með 100% vinnur í litlu kraftsælutinni, sko. Það er rosalegt. Kíkum strandinn. Já, Viki komið tjatti, það er ekki góð sviti, sko. Það segir hver kannski eitthvað.
Þetta að fara að lúka ansur upp fyrir þessi 15.000 channel points sem að voru búið að setja á Citrix L, sko. Já, svo sannlega, sko. Já, þetta nú leiðilegt að sjá, en svona þetta. Þetta er parturinn af fjárhundsspilinu, sko, stundum tapari. Það er spennan við að vita ekki hvað gerir, sko, það er aðal dæmið, sko. Já. Ok, setur XL-in að sína eitthvað svona síðustu tildrif. Það er að berjast inn í fantunum sínum, það kannski gengur á hennum. Nei, það gengur ekki neitt. Þeir eru bara döður. Unlucky segir þessi ógeðslegi Venno. Bara, hann er að roleplaya Venno mjög vel því sem leik, sko. Hann var að spila ógeðslega, hann bara allt er annoying við að sjá hann Venno, sko. Bara eitthvað, leikir level 1. Level 1. Passið með þetta blóðgrensu, bara byrjunar leininu. Fyrir að farma hardkampi, bara... Já, farma hardkampi, level 3. Er sem bara að lappa með Jules og Örn, eitthvað, þetta var svona átt að spila Venno, sko. Já, þar hafið það, kæra landsmenn, það er 2-0 fyrir Batson sem þýðir þá tiebreaker fyrir hver fyrir upper bracket. Já. Hverjir 21,8k go to mark content MKB fyrirlalið, það er rosalegt. Þeir sofa rótt í kvöld, sko. Já, það geta sett þessa peninga undir kottan, sko. Meðan er Randi bara andvaka. Við sendum okkar ástkveðir til hans. Það er bara, veit ég, já. Þið plógið öllum ríkisútgjöldum okkar í að vernda landið okkar frá þessu manni. Ekki alveg relevant, en svona næstu því. Er þetta ekki að bara lýsa beginner, eða? Þetta var hundi að setja 15.000 channel points á Citrix L. Einmitt. Spurning, getur við séð, sko, vitum við hvað, hverjir eru að fara innan tiebreaker, eða? Já, sko, ok. Út af því, ég ætla nú ekki að taka ákvörðun en að Rikti byrni, sko. Fyrir en ég kannski bara að funda bara með hinum félögum mótsögnar. Jú. En það eru 3 lið núna sem eru 1-3 sem þurfa eiginlega að spila sín upp á milli hver að þeim fyrir upper, sko. Hinn 2 fyrir lower. Og við getum ekki fara eftir einhver svona innri sigurum, sko. Þessi lið hafa ekki spilað mikið mót sér, sko. Þetta er þá, já, þetta er Citrix L, Leftovers og TTE sem eru að vera í tiebreakers. Já. Ok, og Batsons eru security upper þá? Já, eftir það segur. Ok. Þú meinar. Þetta er áhugavert. Já. Við þurfum þá bara að ákveða hvernig við ætlum að setja þessu tiebreakers upp. Já, það er svolítið spicy, sko. Annánsa það bara í seinni kvöld, held ég. Eða bara snemma morgun. Já, því það er basically það einu sem það gerast fyrir útlandakefnina. Já, passas. Ok, við skulum reyna að láta þess að tiebreakers ekki taka viku, af því að það myndi setja okkur frekar mikið eftir á. Já, mitt. Svo þurfum við náttúrulega að fá leik fyrir útsendinguna á laugardaginn, sko. Við viljum taka væntanlega eitthvað af þessum fyrsta rondi, sko. Ef ykkur lið geta að spila núna klukkan 7 næsta laugardag, þá skal ég gefa þeim báðum 20.000 channel points á channelinu. Já, heyrið það. Það er í búið 20.000 channel points, sko. Og tömluð skemmtun og stemning að spila í Arena. Bara algjörlega ótengt, en það er hægt að kaupa 5 í fötu í Arena. Algjörlega ótengt þessu móti samt, sko, eða leikjum sem eru mögulega spilaðir eða ekki spilaðir í Arena. Einmitt.
En hérna, já, erum við búin að gera, já, við erum búin að gera klára protectioni. Herri, þá hugsa ég að við segjum þetta bara gott í kvöld. Við látum vita hvernig við munum haga þessum tiebreakers bara vonandi eftir. Og hérna eftir, já, klukkan er að vera 11, já, ok. En það kemur, já, látum vita örugglega á morgun þá, I guess. Mótsjórn, hún hvílist aldrei sko, það er alltaf yfirna hjá okkur. Það er bara unnið þangað til að þangað til að allt er búið sko. Það er þannig. En hérna, já, Binski skuldar mér 5 í fötu, segir Andver. Yippee! Ok, beti, ég er að fatta að ég náði ekki að gera þetta outro af því að ég tók held ég
next to me. I still feel your touch in my dream.残酷な天使のように少年よ